du skulle börja. Já. Mér sagt að ég megi byrja, biðst afsökunar á því að vera aðeins sein hér í dag, en það hafa verið örlitli tækniörðuleikar sem hafa gert okkur erfitt fyrir. En ég bið ykkur velkomin til þessa 58. fundar sveitarstjórnarþinga í sveitar sem hér með settur. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Mættir í dag eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Guðrún Tryggvadóttir í fjarveru Árna Péturs Hilmarssonar, Úlla Árdal í fjarveru Ragnhildar Hólm Sigurðardóttur, Anna Bragadóttir í fjarveru Eyþórs Kára Ingólfssonar, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, staðgengill sveitarstjóra sem ritar fundinn. Og þá okkur ekkert að vanbúnaði og við göngum til dagskrár. Og fyrst á dagskrá eru fundargerðir sveitarfélagsins til kynningar. Og númer 1 fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 19. fundur frá 31. mars. Fundargerðin í 4 liðum sem ekki þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og það Arnór Benónísson sem ætlar að renna yfir fundargerðina með okkur. Gjör svo vel, Arnór. Oddviti. Þetta fundur frá 31. mars eins og kom fram hjá oddvita í atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Fundinn sátu Sofía Kristín Jónsdóttir aðalmaður, Sæþór Gunnsteinsson varamaður sat fyrir Hallgrím Pál Leifsson, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson formaður sat fundinn, Arnór Benónísson og Jón Þórólfsson aðalmaður sat sinn fyrsta fund þann 31. mars. Nú Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir var starfsmaður fundarins og ritaði fundargerð. Fyrsti liður á dagskrá var SSNE áhersluverkefni sóknaráætlunar, auknar fjárfestingar á Norðurlandi eystra. Anna Lind Díana og Aðalheiður Rán frá SSNE komu til fundar og fóru yfir stöðu þessa verkefnis, auknar fjárfestingar á Norðurlandi eystra. Þetta var fróðleg yfirferð og gagnleg og staða flestra þessar verkefni þannig að þau eru í vinnslu. Það svo sem ekkert fast í hendi en það verið að vinna mikla vinnu í tengslum við sóknaráætlun og þessi áhersluverkefni sem vonandi mun skila sér innan tíðar. Og atvinnu- og nýsköpunarnefnd þakkaði þeim Önnu Lind og Arnheiði Rán fyrir greinagóða yfirferð. Annar liður á dagskrá var atvinnustefna Þingeyjarsveitar. Nefndin leggur áherslu á að gerð verði atvinnustefna fyrir Þingeyjarsveit sem byggi á heildarstefnu sveitarfélagsins. Arnheiður Rán sat fundinn undir þessum dagskrálið og nefndin bókaði og lagði áherslu á í umræðum sínum að rétt verið að byggja þessa atvinnustefnu á þeim gögnum sem að fengust út úr samráðsfundum sem haldir voru í tengslum við gerð heildarstefnu sveitarfélagsins ásamt gögnum frá þessu verkefni auknar fjárfestingar á Norðurlandi eystra sem unnið í samvinnu við SSNE og var sveitarstjóra og starfsmanni Þingeyjarsveitar og SSNE falið að vinna úr gögnunum sem og að yfirfara gögn úr nýsköpun í norðri með það að markmiði að nýta þau í atvinnustefnu Þingeyjarsveitar. Nú, þetta var bókunin annar lið. Þriðja lið markaðsátak Þingeyjarsveitar og þeim lið var frestað vegna veikinda þeirra sem hann kynna áttu málið og stöðu málsins og því var frestað til næsta fundar. Nú fjórði liður var svo aftur atvinnu- og nýsköpunarnefnd erindisbréf og það lá bara fyrir nefndinni breytt erindisbréf sem sveitarstjórn samþykkti á 57. fundi sínum 27. febrúar síðastliðinn en þær lúta því að færa verkefni á sviði umferðaröryggis, umferðarskipulagningar og skógræktar til skipulagsnefndar. Nú þessi liður var bara til kynningar. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum ágæta fundi og honum lauk klukkan 11:45. Við þakkum Arnóri og þeir sem geta staðfest fundargerð atvinnunefndar eins og skefið merki og hún staðfest samhljóða. Annar liður á dagskrá fundargerð byggðarráðs, það 37. fundur
og það er Jóna Björg Hlöðversdóttir sem að fer yfir fundargerðina. Já, oddviti, 37. fundur byggðarráðs var haldinn hérna í Þingey, þriðjudaginn 1. apríl síðastliðinn, kl. 12:30. Á dagskrá fundarins voru 7 mál, einu var bætt við með afbrigðum á fundinum sjálfum. Það eru mál 1, 2 og 5 sem að verða tekin fyrir sérstaklega hérna á eftir, þannig að við reifum þau bara þá að mestu. En það er einmitt mál nr. 1 sem er varðandi matarskemmuna, mál nr. 2 sem var hérna erindi frá SSNE, en mál nr. 3 þá kom Ingimar sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og fór yfir stöðu framkvæmda, og þetta er framhald bara frá því fyrr á árinu, og það sem hefði farið yfir bara framkvæmda áætlun og er gert ráð fyrir að það verði tekið staða aftur bara núna í byrjun maí. Nú þessu tengt í máli nr. 4 þá kom Margrét Hólm sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs til fundar við byggðarráð og fór yfir rekstraryfirlit sveitarfélagsins fyrir fyrstu 2 mánuði ársins, og það kom fram að rekstur sveitarfélagsins er almennt í jafnvægi, og það kom fram að áætlaður kostnaður þá var lagt mat á áætlaðan kostnað vegna nýgerðar samninga við kennar 30 milljónir króna, þá 33 og og byggðarráð beindi því til skólastjórnenda að verulegan kostnaðarauka er að ræða og biðleið til þeirra gæta aðhalds í rekstri, en það er ljóst að sveitarfélagi þarf að halda vel á spöðunum til þess að láta þetta allt sem að ganga upp. 15 mála dagskrá sem eru tekið sérstaklega fyrir fjallar eignastefnu sveitarfélagsins, við ræðum það bara betur hér á eftir. Nú 7. mála dagskrá það var varðandi Birkirhraun 6, lagt fram verðmat og söguleyfirlit, en gögnin á því stigi eru trúnaðargögn. Að lokum var farið yfir lagt fram til kynningar drög að minnisblaði félagsheimilin í Þingeyjarsveit, þar sem framkom gróft mat á ástandi húsana og notkun þeirra, og byggðarráð bara yfirfór gögnin og kom með athugasemdir og ábendingar, og þetta er bara máli í vinnslu, og annað var ekki rætt á þessum fundi. Það er bók. Takk. Við þökkum Jónu Björgu fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust fundargerð byggðarráðs, ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem geta staðfest fundargerðina eru vinsamlega beðnir að gefa merki, og hún er staðfest samhljóða. 3. liður á dagskrá í dag er fundargerð íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar Þingeyjarsveitar. Það er 24. fundur frá 8. apríl síðastliðnum, og fundargerðin er í 2 liðum sem báðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérliðir hér á dagskrá á eftir, þannig að þá mun verða farið ítarlega í þá liði. Orðið er laust fundargerðina almennt. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, og þeir sem geta staðfest fundargerðina vinsamlega gefi merki, og hún er staðfest samhljóða. Þá er það 4. dagskráliður, og það eru fundargerð umhverfisnefndar. Það er 31. fundur, og það er Arnór Benónísson sem ætlar að fara yfir fundargerðinu með okkur. Oddviti, þetta er fundargerð frá 10. apríl síðastliðnum, og fundin sátu Árni Pétur Hilmarsson formaður, Sigrún Jónsdóttir aðalmaður, Arnór Benónísson sem varamaður fyrir Rúnar Ísleifsson sem var forfallaður, Guðrún Sigríður Tryggvadóttir og aðalmaður, og Garðar Finnsson aðalmaður. Starfsmaður fundarins og ritari fundargerðar var Ingimar Ingimarsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs. Fyrsti liður á dagskrá var sorpútboð Þingeyjarsveitar, og það var farið yfir nokkur atriði varða sorpútboð fyrir sveitarfélagið. Ríkiskaup eru að vinna í útboðsmálum fyrir okkur, og verkefni sveitarfélagsins núna er einfaldlega að
vinna gögn í hendurnar á þeim svo að þau geti klárað gerð tilboðsgagnana eða útboðsgagnana, meina ég. Nú, það kom fram á þessum fundi að við erum að gera okkur vonir að þessum mál fari að skýrast með haustinu, þannig að hægt sé að halda íbúafundi með haustinu til þess að fara í gegnum nýtt fyrirkomulag sorphirðunnar og það er stefnt að því að svo verði. Og við töluðum svona tímasetninguna september, október til þess að byrja íbúafundi til þess að undirbúa íbúana fyrir þessa breytingu og þessi breyting geti tekið gildi svona október, nóvember. Það er sem sagt markmið eins og staðan er núna. Óhemju flókið mál eins og flestir geta gert sér grein fyrir og sveitarstjórn veit, þannig að við verðum bara að sjá hverju fram vindur. Þetta var fyrsti liðurinn og bókunin var bara þannig að sviðsstjóri fór yfir fyrirhugað útboð í sorphirðu. Nú annar liður á dagskrá var loftslagsstefna Þingeyjarsveitar og það er unnið að gera loftslagsstefnu fyrir Þingeyjarsveit svo sem okkur ber og verkefnisstjóri umhverfis og atvinnumála fór yfir drög að loftslagsstefnu sem að hún hefur unnið og við bókuðum að við þökkum verkefnisstjóra umhverfis og atvinnumála fyrir góða vinnu og drög að loftslagsstefnu. Nefndin felur henni ásamt sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs að taka saman umræður fundarins og fella inn í fyrirliggjandi drög að loftslagsstefnu. Efni hennar verði kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem íbúum verði gert mögulegt að skila inn athugasemdum við stefnuna. Þannig að við gefum okkur aðeins tíma og leitum eftir frekari íbúasamráði við gerð þessara stefnu og hún liggur endanlega fyrir. Þetta var bókunin annan lið. Síðan var þriðji liður, það var liður til umsagnar, deiliskipulag, Þeistareykjavirkjunar, toppþrýstingsvirkjun, breyting á skipulagi og við bókuðum þennan lið að nefndin gerir ekki athugasemdir við deiliskipulagsbreytinguna, jafnframt fagnar nefndin bættri orkunýtingu og aukinni atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Og fundi lauk klukkan 16:30. Takk. Við þökkum Arnóri fyrir þessa yfirferð. 5. liður á dagskrá er fundargerð, ég biðst afsökunar. Orðið er laust þessa fundargerð umhverfisnefndar, ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki, þeir sem geta staðfest fundargerðina vinsalegast gefið merki. Hún er staðfest samhljóða. 5. liður á dagskrá er fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar, það var 25. fundur frá 10. apríl síðastliðnum. Fundargerðin er í 5 liðum og það er liður 1 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og er sér liður á dagskrá fundarins. Fyrsti liður á dagskrá nefndarinnar, fræðslu- og velferðarnefndar, það var skipulag leikskólastarfs. Þar var umræði áfram haldið frá síðasta fundi og nefndin bókar, fræðslu- og velferðarnefnd leggur til í sveitarstjórn að leikskólum Þingeyjarsveitar verði framvegis lokað í jólafríi og dymbilviku alls 67 dagar. Þar að auki verði á skóladagatölum í leikskóla 5-6 dagar þar sem foreldrar þurfa að skrá mætingu barna. Þeir foreldrar sem velja að hafa börn sín heima á skráningadögum fái niðurfelld leikskólagjöld í desember. Nú þessi liður kemur sérstaklega inn á dagskrá sveitarstjórnarfundarins hér á eftir. Annar liður á dagskrá fræðslu- og velferðarnefndar, það var farsæld barna, stefna til umsagnar, þar sem mennta- og barnamálaráðherra hefur kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda drög að stefnu farsæld barna til ársins 2035 og er að ræða fyrstu heildarstefnu íslenskra stjórnvalda málefni barna. Og fræðslu- og velferðarnefnd tekur heilshugar undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga stefnudrögin farsæld barna til ársins 2035. Þriðji liður á dagskrá fræðslu- og velferðarnefndar var skólastarf í Reykjahlíðarskóla
til fundarins mætti Hjördís Albertsdóttir skólastjóri og fór yfir skólastarfi þar sem af vetri og nefndin þakkaði Hjördísi fyrir greina góða kynningu á skólastarfinu. Fjórði liður á dagskrá fræðslu- og velferðarnefndar, það var skólaþjónusta Þingeyjarsveitar og það var Helga Sigurbjörg Gunnarsdóttir, verkefnastjóri skólaþjónustu Þingeyjarsveitar sem að kynnti starfsemi skólaþjónustunnar og var henni þakkað af nefndinni sem að lýsti mikilli ánægju með störf skólaþjónustunnar. Fimmti liður á dagskrá nefndarinnar, það var kynning frá fjölskyldusviði, þar sem sviðsstjóri fjölskyldusviðs var með stutta kynningu, sagði frá skipulagi sameiginlegra starfsdaga, leik-, grunn- og tónlistarskóla Þingeyjarsveitar sem að framfóru þann 3. og 4. apríl síðastliðinn og fleira, og fræðslu- og velferðarnefnd þakkaði fyrir kynninguna og lýsti mikilli ánægju með þessa samvinnu skólana og hvetur eindregið til áframhaldandi samvinnu. Fundi var slitið klukkan 16:30 og það var ekki fleira sem sett á dagskrá fræðslunefndar. Orðið er laust þessa fundargerð ef einhver vil taka til máls og svo er ekki. Þeir sem geta staðfest fundargerðina vinsælega skeiðumerki og hún er staðfest samhljóða. Og þá er það næsti liður á dagskrá og það er fundargerð skipulagsnefndar frá 9. apríl og það er Knútur sem ætlar að fara yfir þá fundargerð. Oddviti geta sveitarstjórn og fólk. Í ljósi þess að nú eru aðeins breytt uppröðun hjá okkur þá er fundargerð skipulagsnefndar ekki lengur svo rúsína í pilsvöndanum sem að allir bíða eftir og það er hætt við að áhorfa á fundir minnki. En skipulagsnefnd fundaði 9. apríl síðastliðinn og nefndarmenn mættir voru Knútur Emil Jónsson, Haraldur Vogason og Sigurður Gunni Böðvarsson. En Jóna Björg Hlöðursdóttir og Nanna Þórhallsdóttir forfölluðust og ekki náðist að manna varamanna stöður. Þannig var verulegur kynjahalli á fundinum en fundurinn gekk mjög vel og tók stuttan tíma. Þetta var sjálfsögðu fíflagangur og áður förum í fundargerðina. Fyrsta mál voru Þeistareykir könnunarhólur þar sem að Landsvirkjun óskar eftir heimild til að gera jarðvegskönnunarhólur fyrir væntanlega byggingu fyrir toppmálavirkjun. Er að ræða 30 tómmu hólur 6-9 metrar djúpa til að kanna dýpa á berggrunn og skipulagsnefnd taldi framkvæmdina minniháttar og því ekki framkvæmdarleyfis skylda og gerir ekki athugasemd við áformin. Mál nr. 2 er einnig frá Þeistareykjum og það er Kvíhólsnáma þar sem er óskað eftir framkvæmdarleyfi til fullnýtingar á námu en samkvæmt umhverfismati eru 400.000 rúmmetrar óunnir. Samkvæmt áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að ekki þurfi nýtt umhverfismat en auglýsa þurfi útgáfu framkvæmdarleyfis sem nýtt leyfi væri að ræða og því leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við tilheyrandi reglugerðir. Þriðja mál er einnig Landsvirkjun sem sækir framkvæmdarleyfi fyrir niðurrennslisholu á svæði M9 á Þeistareykjum. Holan samkvæmt minnisblaði verður 800 metrar, fóðrun er á 400 metrar þar sem grunnvatn stendur í 100 metrum á svæðinu. Borunin er á grunnlosunar svæði, auk lagna samanber skilgreiningar í nýtingarleyfi jarðhita þar að segja á bilinu 200 til 1200 metrar dýpt. Framkvæmdin er innan gildandi deiliskipulags og innan svigrúms borun hola í umhverfismati. Og því leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við reglur þar Mál nr. 4 er Goðafoss. Það er að ræða færslu á reiðleið vegna athugasemdar frá vegagerð vegna nálægð við veg og þar sem leiðin er færð út fyrir veghelgunarsvæði og skipulagsnefnd samþykkir undanþágu frá gildandi deiliskipulagi óverulegt frávik með fyrirvaran samþykki landeiganda og málið verður kynnt í skipulagsgátt og felur síðan í framhaldinu leggur til í sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við lög og reglur þar Næsta mál nr. 5 er Skógahlíð 4, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishús.
það sem óskað er eftir því að víkja frá deiliskipulagi vegna það sem lóðin er í talsverðum halla og erfið. Málið er því sent í skipulagsnefnd telur frávik byggingarleyfis frá gildandi deiliskipulagi mögulega að hafa áhrif á hagsmuni nágranna og heimilar því umsækjanda að gera breytingu á gildandi deiliskipulagi í samræmi við framlögð gögn og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að grenndarkynna nágrönnum og hagsmunaaðilum. 7. málið er Klambrasel, umsókn byggingarleyfi fyrir gestahúsi. Þannig er að ræða lítið gistihús, 24 fermetra, grendin er mjög takmörkuð og takmarkasturinn við eigendur eignarinnar og framkvæmdir rúmast innan heimilda aðskipulags og því verður framkvæmdir rúmast innan heimilda aðskipulags og leita skal umsagnar Minjastofnunar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita byggingarleyfið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa annast málsmeðferð vegna þess eins og lög og reglur mæla fyrir 7. mál er Vallakot, þar sem breytingar á skráningu landeignar. Þannig er að ræða skráningar á landskiptagerð með engum áhrifum á búrekstrarskilyrði og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við, enda samræmist hún skipulagsáætlunum. Málinu vísa til sveitarstjórnar. Og svo er mál til kynningar. Aðalskipulag í Múlaþingi, kynning tillögu á vinnslustigi og þar rendum við yfir þetta í lausum dráttum, fáum auðvitað tækifæri til að koma þessu á síðari stigum líka. En bókunin var þannig að skipulagsnefnd felur skipulagsráðgjafa að yfirfara sveitarfélagamörk á uppdráttum og koma fram athugasemdum ef þörf krefur og því er lokið og engin þörf á athugasemdum eftir því sem ég best man. Þá er þessu lokið, takk fyrir. Við þökkum Knúti fyrir þessa yfirferð og orðið er laust fundargerð skipulagsnefndar. Mér láðist að taka það fram að það eru 4 liðir, númer 2, 3, 4 og 8 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og verða hér á dagskrá á eftir. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Þeir sem að geta staðfest fundargerðina vinsamlega skefið merki og hún er staðfest samhljóða. Þá er það 7. dagskráliður og það er erindi frá Jöfnunarsjóði vegna framlaga til skólaaksturs. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar svar frá Jöfnunarsjóði varðandi skólaakstur í dreifbýli ásamt umbeðnum gögnum varðandi skólaakstur á landsvísu. Og með leyfi varaoddvita að þá hefur sveitarstjóri verið að óska eftir ítarlegum gögnum frá Jöfnunarsjóði vegna sífellt lækkandi framlaga til Þingeyjarsveit sem eiga að koma á móti kostnaði við skólaakstur í sveitarfélaginu. Og nú liggja þessi gögn fyrir og það virðist vera svona ákveðið misræmi í þessum gögnum en á þessari stundu þá vil ég leggja til að sveitarstjóra verði falið að funda með Jöfnunarsjóði og fara ofan í saumana á þessu og kanna hver ástæðan er fyrir þessum sílækkandi framlögum. Og nú orðið er laust ef að einhver vil taka til máls. Arnór, gjör svo vel. Já, þetta er eiginlega verið að sagan endalausa með þennan Jöfnunarsjóð og skólaaksturinn og ég verði eiginlega að segja eins og er að mér finnst þetta svar þeirra vera svona tölvan segir nei svar og tímum gervigreindar finnst mér það bara ekki boðlegt svar. Þannig ég legg til að við höldum áfram fastri pressu á þetta mál því að ég er sannfærður að þarna er Jöfnunarsjóður að gera mistök. Það er engin vafi í mínum huga. Það bara blasir við í þessum tölum. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki, en með leyfi varaoddvita að ég tek alveg undir með orð Arnórs hér áðan og þrátt fyrir það þá eru
þessar formúlur jöfnunarsjóðs gríðarlega flóknar og mér skilst að það hafi mjög fáir í rauninni komist svona í gegnum það að kynna sér nákvæmlega hvernig þessi framlög eru reiknuð út. En það allavega ýmislegt sem kemur þarna til við útreikning þessara framlaga. Það meðal annars reiknaður út tekjuskerðingastuðull sem að reiknaður út frá meðaltekjum í sveitafélögum, meðaltekjur sveitafélaga af ákveðinni stærð. Viðhöllin Þingeyjarsveit fellur þá inn í einhvern X-flokk þar og síðan reiknaður út meðaltekjur Þingeyjarsveitar og hlutfallið sem sagt nýtt til þess að finna út hvort að viðkomandi sveitafélag skert í framlögum eða ekki og það hversu mikla skerðingar. Síðan í skólaakstrinum það sem að kemur þar til álita að það til dæmis það vegalengdir og við vitum að þær eru gríðarlega langar og gerast nú alla lengri á landsvísu heldur en hjá okkur í Þingeyjarsveit. Síðan það fjöldi barna í bíl og við höfum einmitt verið við erum búin að eiga marga fundi bæði með jöfnunarsjóði og þingmönnum og ráðherrum einmitt þetta að það þarf að taka tillit til svona sveitafélaga eins og Þingeyjarsveitar í þessum reglum. Það ekki tekið tillit til þessara miklu vegalengd að við getum mögulega verið að sækja eitt barn í 30-40 km fjarlægð frá skóla og þá erum við að fá skert framlaga því að bíllinn svo illa nýttur á meðan og það ýmislegt svona sem að þarna kemur inn í þennan útreikning. En ég tek aftur undir orð Arnórs, þetta eitthvað sem að bara þarf að skoða nánar og verður gert og ég legg þar með til að sveitarstjóra verður falið að funda með jöfnunarsjóði á næstu dögum. Og þeir sem geta samþykkt það, vissulegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 8. liður, það náttúruverndarnefnd, stofnun og rekstur í samstarfi við sveitafélögin. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi sem að tekið var fyrir á 490. fundi byggðarráðs Norðurþings þann 13. mars síðastliðinn. Þar sem samþykkt var að leita eftir samstarfi við sveitafélögin á starfsvæði SSNE stofnun og rekstur náttúruverndarnefndar. Norðurþing lýsir sig reiðubúið til að vera leiðandi sveitafélag í starfi nefndarinnar og óskað eftir viðbrögðum frá sveitafélagunum í vor til dæmis fyrirpartinn í maí. Orðið laust ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti. Já, kannski réttast bara að þakka Norðurþingi fyrir erindið. Staðan náttúrulega var sú að breytingar hafa verið gerðar á erindisbréfi nefnda sveitafélagsins þar sem að umhverfisnefndinni okkar hefur verið falið hlutverk náttúruverndarnefndar sem eins og hún starfaði í gömlu Þingeyjarsýslu. Við hefum jafnframt fundað með forstöðumanni Náttúrustofu Norðausturlands sem hefur lýst því reiðubúið til þess að vera nefndinni til aðstoðar eftir þörfum og þetta var mjög gott samtal sem við áttum við forstöðumanninn. Þannig að ég tel að málunni sé komið í bara mjög góðan farveg hjá okkur, þannig að ég myndi leggja til að við afþökkum þetta boð að sinni. Jóna hefur lokið máli sín, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki og hér einmitt tillaga að afþakka boðið að þessu sinni og vegna þess að sveitarstjórn hefur sem sagt komið verkefnum náttúruverndarnefndar fyrir hjá umhverfisnefnd að þá telur sveitarstjórn ekki þörf á að taka þátt í þessu verkefni og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá, það Bárðaborg, rekstur húsnæðis. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Bárðaborg EHF þar sem sveitafélagið á 24% af eignarhlut í félaginu. Bárðaborg EHF óskar eftir styrk til viðhalds og rekstrar húsnæðisins að Kiðagili að upphæð 2 milljónir
krónur. Erindinu fylgir ársreikningur Bárðaborgar ehf. Orðið er laust. Guðrún, gerð svo vel. Ég átti til ágæta fulltrúar, ég ætla að lýsa yfir vanhæfi mínu þar sem ég á örlítinn hlut í Bárðaborg. Já, Guðrún Tryggvadóttir hefur lýst yfir mögulegu vanhæfi. Þeir sem eru telja að svo sé vinsamlegast gefið merki og það er staðfest og Guðrún víkur að fundi klukkan 13:45. Nú orðið er laust þennan dagskrálið, styrkveitingu til Bárðaborgar. Ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Nú þá er lagt til að sveitarstjórn samþykkja veita Bárðaborg ehf 2 milljón króna styrk sem tekin er fyrir með viðauka undir dagskrárlið 18. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 10. dagskrárliður, það er úthlutun menningarstyrkja, verklagsreglur fyrir íþrótta, tómstunda og menningarnefnd. Fyrir sveitarstjórn liggja verklagsreglur íþrótta, tómstunda og menningarnefndar varðandi úthlutun menningarstyrkja. Orðið er laust, ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá með leyfi varaoddvita til útskýringa að hér er bara verið aðeins að svona skýra verklagið fyrir nefndinni þannig að það sé alveg ljóst meðal annars varðandi húsaleigu styrki sem að gjarnan er óskað eftir að þá séu þeir ef að nefndin ákveður slíka styrki að þá verði þeir framvegis teknir af sem sagt, eða hafa verið líka að verði teknir af styrkfé nefndarinnar og þetta er náttúrulega bara vegna þess að í bókhaldi sveitarfélagsins þá þarf að sýna fram á ef eitthvað er gefið eftir á einu stað þá þarf það að koma hinum megin í bókhaldinu á öðrum stað þannig þetta er bara svona verið að skýra aðeins þetta verklag. Nú lagt er til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi verklagsreglur og þeir sem eru sammála því vinsamlegast gefið merki og þær eru samþykktar samhljóða. 11. dagskrárliður, það er aðalfundur Sparisjóðs Suður-Þingeyinga. Fyrir sveitarstjórn liggur fundarboð aðalfundar Sparisjóðs Suður-Þingeyinga sem var haldinn 28. apríl á Fosshótel í Húsavík. Leithafar samþykki sveitarstjórnarfulltrúa í tölvupósti að Gerður Sigtryggsdóttir færi með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi Sparisjóðsins og óskað er eftir staðfestingu á þeirra afgreiðslu hér og þeir sem geta staðfest það vinsamlegast gefið merki og það er staðfest samhljóða. 12. liður, það er vettvangsakademía á Hofsstöðum. Fyrir sveitarstjórn liggur boð frá Elvi Björgu Einarsdóttur, verkefnastjóra vettvangsakademíunar á Hofsstöðum, fyrir hönd undirbúningsnefndar að stofnun slíkrar akademíu á Hofsstöðum í Mývatnssveit. Þingeyjarsveit er boðið að koma að stofnun akademíunar ásamt því að skipa aðila í stjórn hennar. Aðrir stofnaðilar eru Háskóli Íslands og Minjastofnun Íslands. Lágmark stofnfé fyrir sjálfseignarstofnun vegna ársins 2025 er 670.000 krónur og gert er ráð fyrir að sú greiðsla skiptist jafnt á milli stofnaðila. Og orðið er laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Hofsstaðir eru margt mjög áhugaverður staður og gaman ef að eitthvað yrði úr honum sem sagt, hvað maður segja, þetta yrði nýtt í einhvers konar umfangsmeiri starfsemi heldur en bara að grafa þannig eftir því sem er í jörðinni sem er eflaust með því merkilegra sem við eigum. Þannig, og þó þetta sé líka enn einn aðalfundurinn og enn einn fulltrúinn og eitthvað svona þarna er kannski eitthvað sem er að fara að hreyfast og vakna aftur
sem ég skum endilega líta hans til. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Jóna Björg. Já, takk oddviti. Mér langaði bara að vera kannski svona aðeins peppaðar yfir þessu heldur en Knútur Emil sem kom hérna upp í pontu vegna þess að það hefur náttúrulega mikið verið gert á Hofstöðum og margt svo merkilegt svæði og þarna hefur sveitarstjórn hefur svo sem kynnt sér og fengið kynningu á starfseminni á Hofstöðum og þarna eru ef okkur tekst að styðja þetta og koma hérna að þessu og þá getur þetta verið áframhaldandi uppbygging á starfsemi minjastofnunar og í kringum Hofstöð, í kringum þessa menningarlegu sögu okkar. Þannig að ég bara fagna þessu og vona að þetta haldi áfram að ganga svona vel. Já, takk fyrir það Jóna. Það er orðið að laust að það eru fleiri og það er Knútur sem að kveða sér aftur hljóðs, gjörðu svo vel. Fyrir margt löngu, oddviti ágætt að setja fólk, fyrir margt löngu þá var ég að vinna í kringum Hofsstæði og þá var verið að byrjaði að grafa þarna og við höfum svona ákveðnar áætlanir, ég og Hóngir smiður í Álftagerði að við myndum byrjaði að byggja yfir skálan og fá svo vinnu þarna frá 2 til 4 til að berjast með sverðum. Þá myndum Guðmundur og Hofstöðum sjá það að banga sverðin saman á milli bardaga en það líklega verður ekki úr þessu. En þetta er fullt af tækifærum. Já, takk Knútur og Guðrún Tryggvadóttir hefur hvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætu fulltrúar. Þessi saga hjá Knút, hún var algjör snilld vegna þess að þetta einmitt að nýta tækifærin sem við höfum með einmitt þessu að gera hlutina sýnilegri. Ég held að því að við erum nú búin að vera að þvælast hérna með hópa í áratugi og fólk sem eru áhuga að fræðast meira um land og þjóð og við höfum einmitt rætt það á Hofstöðum þar sem við stöndum yfir rústónum með fornleifafræðingunum að það sé svo mikilvægt að ná að gera þetta sýnilegra fyrir fólki og ég hugsa að sé rosalega margir bara íbúar sem að aldrei hafa kannski komið þarna þegar verið að vinna eða séð hvað er verið að gera en með bara aukinni uppbygging á svona akademískri starfi og fræðslu í tengslu við það að þá held ég að séum að gera sveitafélag okkar bara miklu öflugra og flottara og betri stakkbúið til einmitt að fara að berjast með stærðum eða hvað sem við viljum gera eða sína þennan mikilvæga menningararf og mér er svo gaman að hafa staðið þarna með einmitt fornleifafræðingunum og séð þá lifna upp þegar þeir að lýsa þessu fyrir okkur og maður reyna að sjá einhvern veginn það sem þeir sjá en maður sér það ekki veit þið hvað ég er að meina þannig að mér finnst þetta frábært að sé verið að efla starfið þarna og mér líka magna að Þingeyjarsveit standi á bakvið svoleiðis. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Guðrún. Það eru fleiri sem að vilja bæta við peppi í sarpinn. Svo er ekki. Nú, þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn fagnar stofnun Vettvangsakademíu á Hofstöðum í Mývatnssveit og samþykkir að vera stofnaðili og leggja til þriðjung stofnfjár á móti Háskóla Íslands og Minjastofnun. Stofnframlag krónu 557.000 sem er samþykkt með viðauka undir dagskrárlið 18. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 13. dagskrárliður, það er Heiðarhús, umsjón með gangnamanna húsi á Flateyjardalsheiði. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá Arnóri Erlingssyni þver á Dalsmynni sem var móttekið 13. apríl síðastliðinn varðandi umsjón og viðhald gangnamannahússins Heiðarhús á Flateyjardalsheiði og orðið er laust þetta erindi frá Arnóri. Jóna Björg, er svo vel.
Já, ég vil bara byrja á því að þakka fyrir bréfið og ábendingarnar og erindið í heild sinni og bara minna á sko að Heiðarhús náttúrulega bara á leiðinni inn í Flateyjardal og svo þarna mitt tiltekið salernis aðstæða. Flateyjardalur auðvitað algjör perla og umferðin þangað alltaf að aukast og hún kemur alltaf til með að aukast og ég held að við þurfum kannski bara þetta hugsa það aðeins til framtíðar sko hvernig við ætlum að standa að Þingeyjarsveit landeigandi í Flateyjardal og við berum hérna einhver ábyrgð og ég held að væri mitt bara mjög gott að ræða það svona til langs tíma og kalla eftir til sjóna með fólk sem hefur þeirra Arnórs og Ellu sem að hafa verið þarna að sýsla með þetta og taka við þessum ábendingum og reyna að sko passa upp á þetta merkilega svæði af því að sko þarna ekki bara menningarminjar þetta á mörgu leyti svo merkilegt svæði og fyrir utan að ég rættu það, nei grín en ég held að það sé bara eins og ég segi sko líkur held ég fyrir hérna tillaga að fela sviðstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og sveitarstjóra að funda með Arnóri og Elínu og fá fram þeirra sín að því að þetta mjög mikilvægt við missum ekki þetta svæðu niður í eitthvað átráning. Já, Jóna hefur lokið máli sínu, eru fleiri, það Arnór, gjör svo vel. Já, ég tek undir með Jónu það sem hún sagði hér, það er ánægilegt að fá þetta erindi frá þeim hjónum og sjálfsagt að funda með þeim, en ég held að sé líka mikilvægt að sveitarstjórn leggi fram sína sýn, eða skapi sér sína sýn á framtíð þessa svæðis vegna þess að það er rétt sem kom frá Jónu að þarna mun umferðin einfallega aukast og bara litlir hlutir eins og uppbygging lúxushótels í Grýtubakkarhreppi getur haft áhrif á umferðina á þessu svæði. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við reynum með einhvers konar skipulagi að móta okkur stefnu nýtingu svæðisins til framtíðar. Hvort sem við köllum það rammaskipulag eða eitthvað slíkt sem skilta sig ekki alveg bindandi eða lögfast eins og önnur skipulög, en að við mótum okkur sýn þessa framtíð. Þess vegna finnst mér rétt að sveitarstjórn myndi bæta við bókunina að vísa því til atvinnu- og nýsköpunarnefndar að hefja undirbúningsvinnu við gerð stefnu framtíðar nýtingu þessa svæðis. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Með leyfi varaoddvita þá tek ég heilsugar undir með þeim báðum, Arnóri og Jónu. Þetta gríðarlega mikilvægt svæði við sveitafélagið á þarna lönd og það okkar ábyrgð að gæta þess að þetta svo til ósnortna land rýrist ekki vegna bara sinnuleysis og ég tek líka undir þessa tillögu að vísa því til atvinnu- og nýsköpunarnefndar að fjalla mögulega skipulag eða nýtingu á þessu svæði til frambúðar. Já, en nóg það. Sem sagt, þeir sem geta samþykkt að sveitarstjórn þakki erindið, já, ég biðst afsökunar aftur með leyfi varaoddvita. Ég vil þakka Arnóri og Elínu fyrir þeirra sjálfboða liða starf í gegnum tíðina við það að halda við og þrífa þarna gangnamannaskálan á Flateyjardalsheiði og það til algjörar fyrirmyndar hvað þau hafa lagt á sig. Þannig við fögnum því að geta vísað erindinu til sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og falið þeim og sveitarstjóra að funda með bréfriturum og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Tillaga Arnórs gengur út á það að því verði vísað til atvinnu- og nýsköpunarnefndar að fjalla þetta svæði með það fyrir augum að móta framtíðarsýn nýtingu á svæðinu og varðveislu
þetta ekki svona nokkurn veginn svona? Já, sveitarstjórn Þingeyjarsveitar beinir því til atvinnu- og nýsköpunarnefndar að hefja undirbúning framtíðarsýn á nýtingu svæðisins til frambúðar. Og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá í dag, það er NPA, samningar í umsjón félagsþjónustu Norðurþings. Samkvæmt samningi fer Norðurþing með málefni fatlaðs fólks og félagsþjónustu. Fyrir sveitarstjórn liggur minnisblað frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs, það sem fram kemur að framlag Þingeyjarsveitar vegna NPA samninga hækki 10 milljónir frá því sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun vegna ársins 2025. Nauðsynlegt er að mæta þessari hækkun með viðauka við fjárhagsáætlun 2025. Sá viðauki er á dagskrá fundarins undir lið 18. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta samþykkt hækkun framlags Þingeyjarsveitar með viðauka undir dagskrá lið 18 10 milljónir vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 15. liður, það er félagsheimili Ídalir. Það er erindi beiðni gjaldskrárlækkun fyrir þorrablót aðaldæla 2026. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá formanni þorrablótsnefndar aðaldæla gjaldskrárlækkun á félagsheimili Ídölum vegna þorrablóts aðaldæla 2026. Orðið er laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Það er skoðun mín í þessu, rétt eins og flestum þessum málum, að ég get tekið undir það að slá af gjaldi þegar að ræða viðburði þar sem að allir hafa aðgang gjaldfrjálst. En ég tel að svo gjaldskrá sem að nú sé í gildi í Ídölum sé í rauninni mjög á pari við það sem er gengst og hvað má maður segja, marki þann viðbótarkostnað sem fellur til vegna samkoma þessu tagi. Þannig að ræða stórt hús og mikla hirðingu eftir, og svona sem dæmi þá kosta Ídalir okkur 92.000 á dag. Þannig að það er ekki hægt að segja að við leggjum ekki eitthvað til samfélagsins með því að reka húsið, og að frádregnum tekjum eitthvað rétt 60.000. Þannig að mér finnst þetta svo sem vandalust, og þessi gjaldskrá megi bara standa sem slík, þó mér þykja alveg vissulega vænt þorrablót, en þá sé ég ekkert eftir því að borga aðeins fyrir að fá þá þjónustu sem ég fæ þarna, sem er bæði í formi hirðingu á húsi, uppröðum og frágangi, aðgangi að hljóðkerfi og þar fram eftir götunum. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóna Björg. Já, oddviti. Ég ætla bara að byrja á því að þakka formanni Þorláksbúsnefndar fyrir erindið, og svona langaði bara í þessu samhengi að ræða svolítið um þorrablót í heild sinni, sko. Þetta samfélagslega verkefni sem það er fyrir sveitirnar að halda þorrablótin. Þarna eru skipaðar nefndir og þær vinni sjálfboðaliða vinnu vikum, dögum saman og leggja fram ofboðslega vinnu, og það er svona tilfinningin í nefndastarfinu, og við vitum það öll sem að vinnum í félagsmálum, að það er alltaf að vera erfiðara og erfiðara að fá fólk til þess að starfa í svona samfélagslegum verkefnum, hvað þá þegar að þetta eru vinna á kvöldin og fram á nótt og svo þar auki að þurfa að standa á sviði fyrir fram á fólk og opinbera það hvað fólk og gera grín að náunganum, og þess vegna er ég bara þeirra skoðunar að við sem sveitafélagi þyrftum einhvern veginn að styðja við þorrablótin okkar. Ég lít á þau sem menningarleg verðmæti. Þetta er ekkert alveg sjálfsagt að fólk sé tilbúið að leggja þessa vinnu á sig, af því að það er bara þannig að nefndirnar hafa fundið fyrir því að gjöldin hafa öll hækkað verulega. Kostnaðurinn við að leigja húsin sem eru, eins og við vitum öll, okkar hús, og kostar okkur peninga að reka þau, að þau hækka alltaf. Það eru dýrar að leigja hljómsveit, og svo bara þetta mætir einhver.
og hvenær kemur að því að það er hægt að hækka miðan svo mikið að fólk hætti að mæta, og ef fólk hættir að mæta þá er ekkert blót. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn að þetta hvernig við nálgumst þorrablótin þurfa að vera, þurfum einhvern veginn að nálgast með opnum hug það hvernig við getum hjálpa samfélaginu að láta þetta ganga upp, nema við, séum bara kannski alveg sama. Já, Jóna Björk hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki, með leyfi varaoddvita, þá get ég tekið undir með þeim báðum, Jónu og Knúti. Þorrablót eru mikilvæg og eru í rauninni svona menningarverðmæti sem bara er mjög mikilvægt að lifi áfram í svona samfélögum eins og okkar. Nú félagsheimilin, þau kosta sitt, sveitarfélagið með sína 1500 íbúa er að reka 4 sveitarfélög, félagsheimili með tilheyrandi kostnaði eins og framkom hjá Knúti að þetta stærsta félagsheimili okkar sem er náttúrulega bara mjög vel nýtt að mörgu leyti. Það kostar 92.000 á dag, alla daga ársins eða svona að meðaltali og síðan koma þarna einhverja leigutekjur á móti en alltaf fylgir þessu þó nokkuð mikill kostnaður fyrir sveitarfélagið. Þetta er ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga þannig að ég hallast að því að það sé svona eðlilegt að fólk borgi fyrir sig á svona viðburði en sveitarfélagið hefur líka verið mjög viljugt að veita afslátt af húsaleigu til viðburða eða ég vil fella niður húsaleigu ef að að ræða svona samfélagslega viðburði þar sem eru gjaldfrjálsir eða þar sem að koma saman félagasamtök þar sem verið að safna mögulega fyrir svona samfélagslega mikilvægum hlutum. Þannig að tillaga að bókun í þessu máli væri að sveitarstjórn þakkaði erindið en getur ekki orðið við beiðninni. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum, 8 atkvæðum ásakið. Eru einhverjir móti þessari afgreiðslu og það er Jóna Björk sem er mótfallin þessari afgreiðslu, aðrir samþykja. Þannig hún er samþykkt með meirihluta. Síðan er hér næsta dagskrá, 16. liður, það er leigufélag Hvamms ehf. Aðalfundaboð fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundaboð leigufélags Hvamms ehf sem haldin var þann 29. apríl að Garðarsbraut 5 á Húsavík. Leitað var samþykki sveitarstjórnarfulltrúa í tölvupósti að Gerður Sigtryggsdóttir færi með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi leigufélagsins Hvamms og þeir sem geta staðfest og samþykki fékkst samsagt í tölvupósti óskaðir hér eftir staðfestingu og þeir sem geta staðfest vinsamlegast gefið merki. Það er staðfest samhljóða. 17. dagskrárliður í dag, það er erindi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur fyrirspurn frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga þar sem óskað eftir upplýsingum fjárhagsleg áhrif nýgerðra kjarasamninga við kennara. Málið er laust, ef einhver taka til máls. Nú, svo er ekki. Tillaga að bókun hér væri fjárhagsleg áhrif nýgerðra kjarasamninga við kennara eru metnar rúmar 33 milljónir króna. Unnið er að hagræðingar aðgerðum sem kynntar verða fyrir byggðaráði. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslusviðs að svara erindinu. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá kemur þessi margumræddi 18. liður, fjárhagsáætlun 2025, viðaukar. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu, viðauki númer 2. Viðaukinn er í 3 liðum. Í fyrsta lagi vegna hækkunar á þjónustusamningi vegna NPA þjónustu sem færist á málaflokk 02520. Hækkun samnings er samtals 10 milljónir króna.
Í öðru lagi styrkur til Bárðaborgar EHF 2 milljónir króna sem færist á málaflokk 05-890 og í þriðja lagi stofnframlag til Vettvangsakademíunnar á Hofstöðum krónur 557.000 sem færist á fjárfestingu og að viðaukinn verði fjármagnaður af handbæri fé. Orðið laust. Enginn sem að kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt framlagðan viðauka vinsamlega skefið merki og hann samþykktur samhljóða. 19. liður, það drög að áskorun vegna flugklassans er 66N. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að áskorun frá sveitarfélögunum. Áskorun frá sveitarfélögunum á Norðurlandi vestra og eystra, þar sem skoraður á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að koma rekstri, uppbyggingu og markaðssetningu Akureyrarflugvallar fyrir hjá sérstakri stjórn eða félagi sem hefur það markmiði að alþjóðaflugvöllurinn sé byggður upp og kynntur sem ein af gáttum Íslands. Jafnframt að tryggja þessari stjórn eða félagi fjármagn til að sinna hlutverki sínu ásamt því að tryggja fullnægjandi fjármögnun flugþróunarsjóðs. Orðið laust. Knútur, gjör það svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er mikilvægt, þar að segja samanborið við þá vetrarferðamennsku og annað sem við erum að gera, reyna að búa hérna til þess að búa til betri vinnumarkaða meðal annars. Þetta er líka mikilvægt fyrir okkur sem viljum komast stutt út í heim og ég hef fulla trú á það eftir að þróast, við munum nota þessar gáttir meira, en það þarf samt að gefa þessu gaum að þetta sé svona uppstillt aðeins á varanlegri máta, þannig við tökum bara undir þetta. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjör svo vel. Já, oddviti. Já, ég tek heilsugar undir með Knúti að þetta er gríðarlega stórt mál. Við getum bara hugsað okkur ef að alþjóðaflug félli niður frá Akureyri. Hvers skref það er því aftur á bak bæði í atvinnu uppbyggingu og búsetu gæðum á svæðinu. Þannig að við þurfum að leggja þunga áherslu á það að stjórnvöld fjármagni þessa uppbyggingu með varanlegum og viðunandi hætti. Þetta ástand eins og það er núna er eiginlega ekki boðlegt að við séum að einblína svona sterkt á uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem að allt gott hann, en ekkert af því fjármagni sem þar er til umleikis geti farið í það að byggja upp alþjóðaflug í gegnum Akureyri og síðan Egilsstaði. Vísu er núna hillir undir það að Isavia sé að fara að breyta og bæta aðstöðu á Egilsstöðum til þess að tryggja stöðu hans sem varaflugvallar, en við þurfum að halda mjög fast utan um þetta og það er mikilvægt að koma í skilaboð frá sveitarstjórnunum og svæðinu það að þær eru sammála að knýja á stjórnvöld og þingmenn kjördæmisins að standa fast á bak við þetta mál. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Það var lagt til að sveitarstjórn samþykki þessi drög af áskorun til stjórnvalda vegna flugklassans og feli sveitarstjóra að undirrita áskorunina fyrir hönd þinga eða sveitar, og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki og það er samþykkt samhljóða. 20. liður á dagskrá, það er til umsagnar mál númer 268 frá umhverfis- og samgöngunefnd. Það er orkunýtingaráætlun, bætt málsmeðferð og aukin skilvirkni. Frestur rann út 23. apríl, en þar sem að umsagnarbeiðning kemur frá nefndasviði Alþingis að þá er möguleiki að koma inn umsögn eftir frestinn, en lagt er, orðið er laust ef einhver vil taka til máls.
Já, Knútur, gjör svo vel. Og viti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þá kom að málið mig. Samtök orkusveitarfélaga sem ég sitt fyrir hann Þingeyjarsveitar í vann ágæta umsögn þetta mál sem að hægt væri að horfa til og samrýmist ágætlega okkar áherslum. Þarna væri mætti spara sér einhverja vinnu og nýpa þar við. Takk. Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er það spurning hvort að sveitarstjórn vilji fela sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu að senda inn umsögn þar sem að tekið er undir áhersluatriði í umsögn orku sveitafélaga við þessu máli nr. 268 og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skrifið merki. Samþykkt samhljóða nr. 21, það er einnig umsagnarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd stefnur og aðgerðar áætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgöngu- og byggðamála, stefnumörkun. Frestur til að senda inn umsögn er til og með 25. apríl og þar er, með leyfi varaoddvita, þar er komin inn umsögn meðal annars frá Byggðastofnun þar sem að er varað við því að vera að fella saman nokkrar stefnur undir eina og þar með byggðastefnu sem að hefur nýst mjög vel og er unnin í góðu samstarfi við hagaðila. Hér er lagt til að sveitarstjórn feli sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að senda inn umsögn þar sem tekið er undir umsögn Byggðastofnunar frá 14. apríl. Einhver sem að vil taka til máls áður en að við greiðum atkvæði? Svo er ekki. Þeir sem að geta samþykkt það, þessa bókun er sérlega skefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Númer 22 á dagskránni í dag, það er þriðja umsagnamáli, það er mál númer 272, sveitarstjórnarlög, mat á fjárhagslegum áhrifum. Orðið er laust. Knútur. Átviti ágæta sveitarstjórnar fólk, mat á fjárhagslegum áhrifum er gott og það er bara mjög góð umræða sem er farin að stað í þessu máli. Þetta á ekki bara við, þetta á við á svo mörgum sviðum í lagasetningunni því að nú búum við það að brot þjóðarinnar býr á út köppin og köppin og maður saknar þess svo oft einmitt í þegar að settar eru reglur og viðmið hvað þýðir þetta í rauninni. Þú veist hvað þetta er alveg sami munur á Spáni og Reykjavík gagnvart Evrópu eins og Suðvesturhorninu og Austurlandi. Þannig að maður hefur viljað sjá þetta bara með þess að sko ekki bara sveitarfélögin sem slík heldur bara kostnaðargreiningar með mismunandi aðstæður á landinu yfir höfuð. Bara svipað við erum að glíma við varðandi framlög jöfnunarsjóðs. Við búum við svo ótrúlega stóran skala af aðstæðum, mismunandi aðstæðum. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þá lagt til að sveitarstjórn fagni framkomnu frumvarpi en sjá ekki ástæðu til að senda inn umsögn að þessu sinni. Þeir sem eru samþykkir. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 23 sem er leikskóla starfskipulag og þetta er mál frá fræðslu- og velferðarnefnd. Á 25. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Fræðslu- og velferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að leikskólum Þingeyjarsveitar verði framvegis lokað í jólafríi og dymbilviku alls 6-7 dagar. Þar að auki verði á skóladagatölum leikskóla 5-6 dagar þar sem foreldrar þurfa að skrá mætingu barna.
Þeir foreldrar sem velja að hafa börn sín heima á þessum skráningardögum fái niðurfelld leikskólagjöld í desember. Nú orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg. Gjör svo vel. Takk. Já, takk Oddviti. Nú, þetta er auðvitað alltaf þetta stóra verkefni, hvernig við tökumst á við kjarasamninga, það sem kveðið á styttri vinnutíma, hvernig við ætlum að halda og fá til okkar og halda hjá okkur öflugu starfsfólki í leikskólanum og vinnuaðstæður og jafnframt að halda uppi þjónustu eða öflugu leikskólastarfi þar sem að foreldrar geta nýtt hana á þess að þetta mismunni fólki eftir bara þeirra aðstæðum. Við erum auðvitað öll misjafnlega í sveit sett hvernig það kemur niður á fólki þegar það er lokað. Mér finnst þetta skynsamleg nálgun og tillaga hjá Fræðslu- og velferðarnefnd umfram þar nálgunni sem við höfum séð víða um land og ég vona að þetta eigi eftir að bara reynast okkur vel. Ég held að þetta er allan að spennt að sjá hvernig þetta kemur út. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er lögð til eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu Fræðslu- og velferðarnefndar enda byggir hún á samkomulagi betri vinnutíma sem felur í sér útfærslu á samningum styttingu vinnuvikunar. Þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefimerki. Og hún er samþykkt samhljóða. Það var 24. liður og það er frá fundi skipulagsnefndar, 35. fundi, breyting á skráningu landeignar í Vallakoti. Á 35. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi umsókn landeiganda Vallakots stofnun lóðar undir íbúðarhús sem verður Vallakot 2 og afmörkun á lóðinni Vallakoti land. Bókun skipulagsnefndar er eftirfarandi. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptagerð enda samræmist hún skipulagsáætlunum. Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstra skilyrði jarðarinnar samanber 6. grein jarðalaga nr. 81/2004 og málinu að vísa til sveitarstjórnar. Orðið er laust. Anna Braga, gjörðu svo vel. Já, takk Oddviti. Í þessu máli og næstu 3 málum ætla ég að bera upp vanhæfi. Þessi mál nr. 24, 5, 6 og 7 voru á dagskrá skipulagsnefndar og mitt vanhæfi snýr þó að því að ég kem að undirbúningi þess fundar, skipulagsnefndarfundar og já. Já, Anna Bragadóttir hefur borið upp mögulegt vanhæfi þar sem hún sem skipulagsráðgjafi kom að undirbúningi þessara mála fyrir skipulagsnefndarfund. Þetta eru dagskrárliðir 24, 5, 6 og 27 og þeir sem að telja að vanhæfi sé að ræða í tilfelli önnu vinsamlega skefið merki. Já, og það er staðfest samhljóða. Þannig að Anna víkur að fundi klukkan 14:23. Og við vorum komin hér í dagskrárlið 24, varðandi skráningu landeignar í Vallakoti, stofnun lóðar undir íbúðarhús. Orðið er laust, ef einhver vil taka til máls. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Lagt er til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við landskiptagerð enda samræmist hún skipulagsáætlunum og þeir sem geta samþykkt á bókun vinsamlega skefið merki. Samþykkt samhljóða. 25. dagskrárliður einnig frá skipulagsnefnd. Það er umsókn framkvæmda leiði fyrir reiðleið og hestagerði við Goðafoss. Á 35. fundi skipulagsnefndar
var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi umsókn Náttúruverndarstofnunar framkvæmdaleyfi fyrir reiðveg og hestagerði við Goðafoss og efnistöku til framkvæmdana. Skipulagsnefnd samþykkir að veita undanþágu frá gildandi deiliskipulagi Goðafoss og umhverfis samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem óverulegt frávik að ræða og hagsmunir annarra skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Nefndin leggur til í sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara samþykki landeiganda. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Og svo ekki, þá eftirfarandi bókun lögð hér fram. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara samþykki landeiganda. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 27. dagskrárliður einnig frá skipulagsnefnd, það er niðurrennslishola á M9 á Þeistareykjum, það er umsókn framkvæmdaleyfi. Á 35. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi umsókn Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi fyrir niðurrennslisholu á Þeistareykjum og lagna skurði að henni frá stöðvarhúsi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að fenginni jákvæðri umsókn Minjastofnunar Íslands. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo ekki, þá eftirfarandi bókun lögð hér fram, tillagað bókun, Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar Íslands. Þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 27. liður sem er einnig frá 35. skipulagsnefndar. Það er umsókn framkvæmdaleyfi í Kvíhólanámi. Á 35. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi umsókn Landsvirkjunar endurnýjun á efnistöku í Kvíhólanámi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá drög að eftirfarandi bókun lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá má kalla Önnu aftur inn á fundin og Anna mætir aftur til fundarins klukkan 14:30. Þá erum við komin að 28. dagskrálið, það er íþrótta- og æskulýðsstarf 2025 styrkir. Á 24. fundi íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt.
Styrkir til íþrótta og æskulýðsstarf voru auglýstir þann 11. mars og rann umsóknarfrestur út þann 1. apríl síðastliðinn. 3 umsóknir bárust. Íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd leggur til við sveitarstjórn að styrkja íþrótta- og æskulýðsstarf svohljóðandi. Ungmennafélagið Eining 100.000 krónur, Ungmennafélagið Efling 650.000 krónur, öðrum umsóknum hafnað. Þeir sem geta, já, orðið er laust, afsakið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu íþrótta- og tómstundarnefndar vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 29. dagskrárliður, það er einnig frá íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd. Sinfó í Sundi, samfélagsgleði allt land í ágúst. Á 24. fundi íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur upp á 75 ára afmæli sitt á árinu 2025. Í tilefni afmælisins vill Sinfóníuhljómsveit Íslands leita eftir samstarfi við sveitarstjórnir land allt verkefnið Sinfó í Sundi. Hvatt er til þess að sveitarstjórnir á hverjum stað bjóði upp á beina útsendingu í sundlaugum landsins frá tónleikunum Klassíkin okkar sem hefjast klukkan 20 á RÚV þann 29. ágúst. Íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd Þingeyjarsveitar leggur til í sveitarstjórn að stutt verði við þennan viðburð. Hann fari fram í sundlaugin og laugum, frítt yrði í sund og opnunartíminn lengdur. Hugsanlega mætti vera í samstarfi við framhaldsskólan og laugum meðal annars tækjabúnað. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun, eftirfarandi drög að bókun. Sveitarstjórn samþykki tillögu íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar þátttöku í afmælisári Sinfóníuhljómsveitar Íslands og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að útfæra tillöguna í samráði við forstöðumann sundlaugarinnar. Þeir sem geta samþykkt, vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það 30. liður á dagskrá í dag og þá erum við komin að dagskrárliðum frá fundi byggðarráðs. Það er eignastefna. Á 37. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað og samþykkt. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að mótuð verði heildstæð stefna þar sem fram kemur heildaryfirlit yfir fasteignir, jarðir og lendur í eigu Þingeyjarsveitar. Lagt verði mat á hvaða eignir nýtast starfsemi sveitarfélagsins til framtíðar og mótuð tillaga að framtíðarsýn ráðstöfun þeirra. Orðið er laust. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Ég held að það sé bara mjög gott að fara vel yfir þetta. Það er okkur ekki til neins að eiga hluti sem við notum ekki en að samanskapi þurfum að rýna hvaða tækifæri felast í því sem við eigum. Þannig að þetta er bara þeim besta mál. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo er ekki. Eftirfarandi eru drög að bókun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirbúa stofnun starfshóps og leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund tillögu að erindisbréfi og kostnaði við störf hópsins. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 31. liður á dagskrá í dag, það er einnig frá byggðarráði, samstarfssamningur rekstur og nýtingu húsnæðis, matarskemman. Á 37. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað og samþykkt. Byggðarráð þakkar Ólafi Sólimann fyrir upplýsingar notkun íbúa sveitarfélagsins á aðstöðu í syðra bili í húsnæði matarskemmunar. Einnig fór Ólafur yfir framtíðarsýn notkun húsnæðisins. Eyþór bar þá upp mögulegt vanhæfi þar sem hann er starfsmaður útibús EHF sem rekur Dalakofan. Gerður og Jóna Björg telja Eyþór vanhæfan að fjalla málið og Eyþór telur sig ekki vanhæfan. Eyþór vék af fundi til klukkan 14:03. Í ljósi þess að húsnæði matarskemmunar hefur verið lítið notað að heimavinnsluaðilum felur byggðarráð sveitarstjóra að endurskoða leigusamning syðra bilsins
þar sem kveðið er á aðgengi heimavinnslu aðila að húsnæðinu og skil rekstrar aðila á þóknun vegna notkunnar til sveitarfélagsins sem hefur séð innheimtu. Byggðarráð leggur til að leigutaki taki yfir umsjón og innheimtu þóknunar vegna notkunnar heimavinnslu aðila í húsnæðinu. Jafnframt leggur byggðarráð til að leiguverð verði samræmt í húsnæðinu. Samþykkt samhljóða af byggðarráði og Eyþór kom aftur til fundar klukkan 14:20. Orðið er laust. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, góðu fundamenn. Ég ætlaði nú bara að hnykkja á þessu sem kom hér fram í fundargerðinni. Ég skil reyndar ekki alveg hvernig hægt er að dæma Eyþór vanhæfan til þess að fjalla þetta mál, þó hann hafi verið starfsmaður annars eða fyrirtækisins míns hérna upp í Dalakóa. Þannig að mér fannst þetta mjög skrítin afgreiðsla og finnst vanhæfis reglurnar hérna að vera konar svolítið langt út fyrir eðli mörg. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu með leyfi varaoddvita. Þá var litið svo á að það var ekki kannski alveg ljóst hvort að Eyþór væri rekstraraðili eða starfsmaður eða svona yfirmaður og þarna væri samkeppni á milli þessara aðila sölu hádegismatar eða sem sagt máltíða. En ég hygg að niðurstaðan í afgreiðslu málsins hafi ekki orðið önnur þrátt fyrir þetta. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki. Þá er óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar á afgreiðslu byggðarráðs sem er sem sagt svo að byggðarráð lagði þarna til að leigutaki taki yfir umsjón og innheimtu þóknunar vegna notkunnar heimavinnslu aðila á húsnæðinu. Jafnframt leggur byggðarráð til að leiguverð verði samræmt í húsnæðinu. Samþykkt samhljóða af byggðarráði. Það er þessi afgreiðsla sem er óskað eftir staðfestingu frá sveitarstjórn og þeir sem geta staðfest þessi afgreiðslu byggðarráðs vinsamlegast gefið merki og hún er staðfest samhljóða. 32. liður, það er hluthafafundur fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar gögn vegna hluthafafundar Norðurorku sem haldinn var í mars síðastliðinn. Ég segi þetta er til kynningar. Og 33. liður, fyrir sveitarstjórn liggur boð á ársfund Náttúruhamfaratrygginga Íslands sem haldinn verður 22. maí næstkomandi klukkan 11:30 til 13 á Grand Hotel og einnig í streymi skilst mér. Frestur til að skrá sig á fundin er til 13. maí. Þetta er í rauninni lagt fram til kynningar en mín tillaga er svo að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að sitja fundin fyrir hönd sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að við fylgjumst með og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 34. liður, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar aðalfundarboð Landskerfis bókasafna sem haldinn verður þriðjudaginn 6. maí. Er einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki. Aftur til kynningar liður 35, það er fréttabréf nýsköpunar sem liggur hér til kynningar fyrir fréttabréf fyrir fyrsta ársfjórðung 2025. Einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki. 37. liður til kynningar umsagnarbeiðni gistileyfi frá Ardísastöðum EHF fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar afgreiðsla sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar Ardísastaða EHF gistileyfi að Búhóli 1 645 Fosshóli. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 37. dagskrárliður, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar afgreiðsla sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar Freydísar Lilju Þormóðsdóttur
tækifærisleyfi vegna skemmtanahalds í ljósveitingabúð annan maí næstkomandi. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 38. dagskrárliður, opið bréf til sveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur opið bréf varðandi skaðsemi vindorkuvera á Íslandi. Einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki. 39. liður, það eru fundargerðir svæðisráðs norðursvæðis til kynningar og þetta eru fundargerðir 108, á fundum númer 108 til 113 frá svæðisráði norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 40. liður, stjórn Norðurorku. Fyrir sveitarstjórnu liggur til kynningar fundargerð 300. og 8. fundar stjórnar Norðurorku. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 41. liður á dagskrá og það er aftur stjórn Norðurorku. Það er fundargerð eigendafundar Norðurorku frá 27. mars síðastliðnum. Orðið er laust. 40. og annar dagskrárliður, Urðarbrunnur, samantekt 2024 og ársreikningur. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar, fundargerð og ársreikningur stjórnar Urðarbrunns menningarfélags frá 3. apríl 2025. Orðið er laust. Með leyfi varaoddvita langar mig til að benda á þetta frábæra starf Urðarbrunns og ekki síst í sambandi við afgreiðslu sveitarstjórnar hér fyrir á fundinum að gera stofn aðili að Vettvangsakademíun á Hofstöðum. En Urðarbrunnur hefur einmitt verið að starfa með, verið í samráði við Hofstaðaverkefnið. Þar fyrir utan þá er Urðarbrunnur að skrá örnefni bæði í Suður- og Norður-Þingeyjarsýslu sem að er á mörgum talið gríðarlega mikilvægt til varðveislu þeirra menningarminja sem að felast í þessum gömlu örnefnum og sem eru í rauninni mikið að glatast með horfnum kynslóðum. Þetta var nú bara svona útúrdúr. 43. liður á dagskrá í dag, það er fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það eru fundargerðir 973, 974, 975 og 976 sem að liggja hér frammi til kynningar. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 44. liður, það eru fundargerðir samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 80. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum frá 12. mars síðastliðnum. Vakin er athygli á eftirfarandi: umsóknarfrestur styrkja vegna átaksins í jarðhiti jafnar leikinn rennur út 1. maí næstkomandi. Einnig er vakin athygli á jákvæðum skrefum á fyrstu mánuðum ársins í starfsemi samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Sjá nánar á heimasíðu samtakana SSKS. Orðið er laust. Knútur gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Nú loksins hefur við komið að siglingu, þá ætlar ég að stoppa þetta. Herði, jarðhiti jafnar leikinn, ég vildi kannski bara fá að koma því að það var opnað 25. mars síðastliðinn fyrir styrkumsóknir vegna jarðhita átaks á vegum ríkisstjórnarinnar það sem verði á 1 milljarði á næstu 3 árum í að styðja við og reyna að hafa upp á orku jarðhita á fleiri svæðum. Þarna eigum við svæði og þannig að þessu sinni er horft til svæða og það sem einhver þekking og reynsla er til staðar og það sem kannski er hægt að rannsaka meira og vinna betur. Og þarna eigum við svæði sem við erum með í vinnslu að sækja bæði hérna inn á Stórutjörnum og í Stafni og hérna fram á Hafralæk og svo erum við holu hérna á Laugum og það er ýmislegt sem við þurfum að getum hérna farið að svona kanna hvað við getum hérna náð út úr. Og þetta er hérna dvelja aðeins lengur svo að Gerður geti klárað kafsopnin sinn og
Klári næsta hólf, takk fyrir. Kæri og þakki Knútur. Með leyfi varaoddvita þá tek ég fram að það er búið að framlengja þennan umsóknarfrest til 1. júní. Orðið er laust og einhver takk til máls. Svo er ekki. Þá förum við í 45. dagskrálið, það eru samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, fundargerðir fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 70. og annars fundarstjórnar SSNE frá 31. mars. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 46. dagskrárliður, samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, aftur fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 67. fundarstjórnar SSNE frá 30. september 2024 en kynning hennar fórst fyrir á haustdögum. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. 47. dagskrárliður, samtök orku sveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggja fundargerðir 81. til 83. fundasamtaka orku sveitarfélaga til kynningar. Orðið er laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Samtök orku sveitarfélaga eru þessu misserinn að bíða eftir að skýrist með ánám undanþágu orkumannvirkja frá fasteignasköttum, en sú vinna er eftir sem okkur skilst og samkvæmt kynningum sem við höfum fengið frá innviðaráðuneytinu í gangi. Það við erum svona, þetta er áratuga barátta á samtökunum sem að kannski er aðeins verið að bíða og sjá til hvað skýrist í. Kannski að samtökin alltaf líka er að undirbúa orkufund sem verður haldinn í Reykjanesbæ 27. maí. Það sem verður áherslan lögð á svona hver verður þá næstu skref eftir að þetta næst. Hvernig alltaf og þarna verða fengnir áhugaverðir fyrirlesarar með áhersluna á framtíðarsýn svolítið. Aðeins að líta svona frá þessu máli með undanþágum frá fasteignasköttum og leyfa því aðeins að gerjast næstu mánuði. Þetta annars bara hvet ég ykkur til að kynna ykkur bæði heimasíðuna og fylgjast þá eins með þessum útsendingum frá þeim orkufundum sem eru þar inni. Þetta er margt áhugavert og þetta er svolítið stór mál í framtíðinni hjá okkur. Takk. Takk fyrir það, Knútur. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er það 40. og 8. dagskrárliður. Og það er fundargerð frá heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra. Norðurlandssvæðis eystra, heitir það víst. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 241. fundarstjórnar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 9. apríl. Og með leyfi varaoddvita þá vil ég vekja athygli þar á dagskrárlið dagskrárlið 5 við erindi frá Samherja Ísland vegna fiskþurrkunar á Laugum í Reykjadal og þar var afgreiðsla heilbrigðisnefndar eftirfarandi. Heilbrigðisnefnd samþykkir að starfsleyfi Samherja fyrir heitloftsþurrkun fiskafurða á Laugum í Reykjadal verði framlengd 6 mánuði og gildi til 15. nóvember næstkomandi. Með því hefur gildistími leyfisins sem upphaflega átti að gilda til 15. nóvember 2024 verið framlengdur 1 ár, sem er hámarkstími framlengingar samkvæmt 4. málsgrein 7. greinar laga nr. 7/1998 hollustuhætti og mengunarvarnir. Forsenda þess að nýtt starfsleyfi verði gefið út er sú að unnið verði samkvæmt innsendri úrbóta áætlun og þær kröfur sem framkoma í starfsleyfi verði uppfylltar. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að þetta er lagt fram til kynningar. 49. dagskrárliður, það er einnig hér er lagt
liggur til kynningar fundargerð aðalfundar Mývatnsstofu sem haldin var 27. mars síðastliðinn. Einnig liggur ársreikningur Mývatnsstofu fyrir sveitastjórn. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Oddviti leggur til að sveitastjórn bóki hér og fagni góðri afkomu, viðsnúningi rekstri Mývatnsstofu og því góða samstarfi sem er við félagið. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. 50. dagskrárliður, það er samband íslenskra sveitafélaga, fundargerðir og í rauninni fellur hann niður þar sem að það er fundargerð 976 sem að var afgreidd undir eða kynnt undir fyrri dagskrárlið hér á undan. Og þá er dagskráin tæmd í dag og klukkan er 14:50 og ég segi fundi slitið. Takk fyrir góðan fund.